Góðan daginn og þá það krossaspurningar. Þá kom að því að búa til nýtt próf með alls konar spurningum í og ég ætla að byrja á því í þessu vídeo að gera krossaspurningu. Það fyrsta sem ég þarf að gera nú ég bara inn í question sets eða spurningasettunum og ég þarf að búa til nýtt af því ég ætla ekki að nota þessi sem ég á fyrir. Þannig ég smelli hérna á Create New, þá ég komin inn í spurningasettið, ég skýri það, þetta bara vorpróf. Og fer tilbaka heim. Þá ég búin að setja hér upp nýtt próf. Og við sjáum það hér. Þannig nú get ég bara smellt á þetta próf til þess að vera stödd inn í prófunu eða hefði geta haldið áfram þar sem ég var. Ég ætla að byrja á því að búa til krossaspurningu. Þá fer ég hér í Create New. Smella á það og hér eru spurningagerðirnar sem ég get valið úr og ég ætla að velja multiple choice. Ég þarf eftir að gefa spurningunni nafn af því að nú það sem spurningin sjálf, nú það ekki spurningasettið heldur það spurningin sjálf og þetta sem spurningin mín snýr að börn og bækur. Og ég skrifa það, börn og bækur. Hér síðan svæðið fyrir spurninguna mína. Ég get breytt þessum texta hér og láta hann vera til dæmis spurninguna sjálfa. Ég ætla að láta spurninguna heita í hvernig bækur leita 7-10 ára gömul börn. Hér eru möguleikarnir mínir. Ef ég væri með til dæmis formúlu sem ég þyrfti að skrifa, vildi fá niðurskrifaða eða uppskrifaða, að þá get ég ítt hér á og skrifað, hérna gæti ég skrifað 3 eða hvaða tala sem ætti að vera þarna eða fengi hana hérna, nei, fyrirgefiði, ég sló aðeins úti fyrir mér, ég þarf að taka það af aftur og skrifa rétta textan, íta síðan á þetta og þá ég komin með það hérna uppi. En það þarf alltaf að smetla á það til þess að taka það af aftur. Og það eru svo ýmsir möguleikar hér sem hægt að nota. En spurningi mín sem sagt bara svona og nú vil ég fylla hérna inn í möguleikana. Það eru sjálfgefnir þessir fjóru möguleikar en ég get að sjálfsögðu breytt því. Ég get bætt við eða fækkað þeim eða eitthvað þess áttar. Með því að klikka hér á svæðið að þá ég komin inn í, þá opna ég möguleikana sem ég get skrifað. Og hér myndi ég skrifa sem sagt 1., 2., 3. og 4. möguleika. Þegar ég búin að setja hérna upp möguleikana sem ég vil hafa, ég komi með nafni á spurningunni og þá vil ég breyta þessum texta hérna, select one alternative. Og það gert með því að fara í prompt. Þá fæ ég textan sem ég ætla að nota og hér ætlaði ég að segja bara veldu réttan möguleika. Bara veldu rétta svarið. Þegar það komið að þá spurningin í rauninni tilbúin. Ég get farið líka núna í marks og hún 1 stig. Ef ég vil hafa frádrátt, marks per wrong answer, það sem þarf að passa þar, ef þetta til dæmis 0,25% frádráttur, að það verður að vera punktur. Það 0,25, ekki komma. Og þá myndi koma frádráttur ef þau svara vitlaust, en ég ætla ekki að nota það, ég ætla bara að hafa 0. Nú ég sem sagt komin með spurningum minna, það langbest, ég ætla að segja það langbest að gera stígin eftir á. Þegar maður búin að setja upp allar spurningarnar þannig að maður sjáu hvernig þær koma út. Þannig ég loka þessum glugga hérna aftur, fyrir aftur bara hérna í save og nú vil ég skoða hvernig spurningin lítur út með að fara hér í preview. Þá ég komin hérna inn í hvernig nemendur sjá hérna spurninguna mína og ég get farið hér inn í til að sjá hvert rétta svarið að það bækur með sjálfstæðum köflum og lífi sögauti og það rétt þannig að ég get farið hérna aftur og nú gæti ég pröfað að svara bækur sem fjallum úlingamenningu það rangt það var sjálfkrafa valið að það ætti að vera ekki alltaf sem sagt að það væri random raðað svörunum. Þannig að til þess að sjá það aftur þá þarf ég að loka þessum glugga og fara aftur inn í augað sem hér og þá sjáu þið að
rétta svarið er núna komið hérna neðst í staðan fyrir að vera þarna uppi. En það þarf alltaf að loka þessum glugga hérna til þess að komast, eða maður getur auðvitað haft hann opinn, en það getur virkað ruglandi, þannig að það er betra að hreinlega loka honum alltaf og vera þá aftur komin inn á spurninguna sína. Brotalínan hérna yfir spurningunni, hún segir mér að þetta er eiginlega stjórnborðið. Þannig að þegar ég kom með brotalínuna, sjáðu ef ég tek hana af aftur, þá lokast þetta hér. Leiðu ég smetla brotalínuna að þá koma þessir gluggar hérna, því þetta er stjórnborðið í rauninni fyrir spurninguna. Ef ég smetli fyrir utan þau, hérna, stjórntækið, að þá kemist ég aftur í hérna stíginu sem ég var að tala um áðan. Það er líka hérna aðeins hérna text sem heitir options. Og þar er hægt að velja hvort að þetta er í handahófskendri röð eða ekki. Og það er sjálfkrafa merkt við það. Þannig ef að þið vilja ekki hafa þetta í svona, þannig að það komi ekki random, eða já, það sé alltaf eins, að þá verði það að afhaka þetta hér. Síðan bara fer ég aftur í skoða, ég gerir bara close á þetta, aftur og skoðum spurninguna í auganu. Það er preview, hún lítur bara svona út og hún er tilbúin.